áhuginn minn á fatahönnun byrjaði svona 8. bekk. Þá byrjaði ég eitthvað að pæla í fötum bara almennt, bara hvernig ég var að klæða mig. Og náttúrulega svolítið þegar maður er lítill bara fer í það sem er keypt fyrir mann. Fór einhvern veginn að geta keypt sjálfur á mig föt og fór í eitthvað svona smá eitthvað hypebeast, samt svona aðeins meira einhvern veginn streetwear, svona Babe og Billionaire Boys Club og eitthvað þannig. Svo fór ég í einhvern valáfanga í textíl í 8. bekk og fattaði bara eitthvað ég gæti gert netta dótið sem ég er búinn að vera að sjá á netinu. Ég fór strax út í að gera það svolítið þegar ég fæ áhuga á einhverju, þá kafa ég svolítið djúpt inn í það og ég þá eins og með tískuna fór bara að skoða alls konar línur frá Raf Simons og Undercover og eitthvað svona þannig, svona basic, mjög bara almennt séð nett dót. Fór svolítið að skapa eitthvað í kringum það, lærði einhvern smá útsaum og gera eitthvað þannig dót. Og svo í 10. bekk þá sem lokaverkefni mitt, sem er svona rannsóknarverkefni, þá vorum ég og 2 félagar mínir gerðum rannsóknarverkefni í kringum bara gallabuxur og saumaði þá í rauninni fyrsta buxnaparið mitt frá grunni gallabuxur. Og svo þegar kom að ég að velja menntaskóla þá ákvað ég bara að halda áfram í þessu og ef ég fílaði þetta ekki eða misti áhuga eða eitthvað þá myndi ég bara hætta, sem hefur ekki gerst. Og mér finnst bara mjög skemmtilegt að læra sníðavinnuna á bakvið allar flíkur sem er bara það sem öll föt eru bara snið. Og þetta er svo, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, þetta er eitthvað svo persónulegt að vera búinn að taka flík, bara eins og buxur eða peysu sem allir nota og taka hann niður í einhver svona búta, vita starffræðina bak við það og eitthvað þannig, sem að mér finnst bara æði. Og og ég hef alltaf verið bara svona mjög solid námsmaður, þannig ég hefði alveg getað tekið þá leið að fara bara í náttúrufræði eða whatever. En ákvað bara að gera eitthvað sem mér þætti skemmtilegt og ætlaði að reyna að taka það bara eins langt og ég kemst með það, Bara geta starfa við það í framtíðinni er bara draumur og geta hanna og skapað er bara það sem ég vil einna helst í lífinu. Þegar kemur að fatastílnum mínum þá er ég einhvern veginn búinn að ég hef ákveðið það svolítið fyrir mig að ég ætla bara að vera með eitthvað uniform, bara einhvern einkennisklæðnað. Ég á eitt par buxum sem ég saumaði sem ég er í næstum því daglega og svo eitt par joggingbuxum sem ég klæðist líka. Á einhverjar 2 hættupeysur sem ég fíla mjög mikið og eina flíspeysu. Ég er alltaf með sama skartið. Reyna að halda þessu bara svolítið basic, Þetta er allt bara svört föt sem að líta bara vel út. Ég get ekki verið að flækja alltaf mikið fyrir sjálfum mér. En þegar það kemur að því að hanna föt þá reyni ég að fara svolítið lengra með hlutina og kafa svolítið djúpt inn í sniðin og bara í rauninni hversu skrítna átt ég get tekið eitthvað snið og látið það samt passa að líkamannum. Þegar það er bara, þetta er ekki alveg óendanlegir möguleikar sem maður hefur, þó þeir séu margir. Og upp á síðkastið hef ég verið svolítið bara að vinna með svart efni. Aðalega vegna þess að ég er
bara hugsa formið á fötunum og hvernig þau falla að líkamanum og þannig kannski seinna meir þegar ég komin með það svolítið, komin upp á lagi með það, þá get ég farið að leika með liti og áferðir og svoleiðis. Fæ innblástur bara alls staðar að, sko. Ég mikið úr kvikmyndum. Ég sé eitthvað næs sem ég fíla í mynd, þá tek ég mynd af því að screenshot og vista bara í möppu og með bara helling af myndum af bara skemmtilegum formum eða sniðum eða bara líkamsbyggingum og eitthvað sem ég fíla sem ég reyni þá að útfæra í flíkunum mínum. Og hef verið að vinna með það að hafa allt mjög hreint, bara ekki sýna tölur, ekki sýna rennilása, hafa allt bara flíkinn, bara efnið. Það bara efni á líkama, það er ekki neitt meira. Ég líka einn af 6 stráka hópi í sýninguna Hamlet í Borgarleikhúsinu. Við sem sagt, við strákarnir, 6 ungir menn í sýninguna Hamlet, við fengum þetta svolítið upp úr þurru, sko, bara til okkar. Það hann, alls ekki upp úr þurru fyrir okkur 5 í rauninni. Það var einn af okkur, hann Arnaldur, vissi að Kolfinna, sem leikstjóri sýningarinnar, að hún var að leita að 6 ungum mönnum. Hann sendir á hann tölvupóst, bara ég er bara mjög til í að vera hluti af sýningunni, bara eitthvað sem ég get gert, og hún segir við hann bara já, veistu, ef þú þekkir 5 aðra gaura sem eru til að stofna leikhóp eða eru í leikhóp, þá það bara flott. Og bara einhvern veginn, hún var svolítið mikið að reyna að ná þessu, hún var eitthvað að heyra í einhverjum skólum og eitthvað, og Nalli bara ok, og heyrir í okkur 5 og og við allir bara, já, bara geðvægt, bara allt við erum allir félagar, höfum bara dágóðan áhuga á leiklist, svo sem, sko, og hljómaði bara eins og ótrúlega skemmtilegt verkefni og tækifæri að vera á sviði í Borgarleikhúsinu. Þannig að hann sendir henni bara góðan og vandaðan tölvupóst með nöfnum okkar allra og myndum, og þannig verður þetta til. Og svo mætum við bara á æfingu fyrst einhvern tímann í október. Og þá höfðu þau verið leikhópurinn að bara í alls konar hugmyndavinnu og og bara setja sýninguna saman eins og þetta og við komum inn og æfum. Við tókum einhverjar, man ekki hversu margar æfingar, og erum þá bara að vinna í okkar senum og fengum bara rosalega góða leiðsögn frá Kolfinnu og öllum leikhópunum, frá Filippi búningahönnuði og sérstaklega frá honum Camilo, sem ég veit ekki hvað það kallast, danshöfundur. Já, hann bara, og það var svo gott að vera með þetta sterka teymi bak við okkur sem gat sagt okkur bara hvernig við ættum að hreyfa okkur, hvernig við ættum að vera. Bara, þau leiddu okkur í gegnum þetta allt, sko. Við erum náttúrulega, enginn af okkur menntaður sem leikari. Þó að
þeir nokkrir strákarnir hafi tekið þátt í leiksýningum með skólanum og eitthvað þannig. Og svo small þetta bara ótrúlega vel saman og varð bara eitt af rosalegasta sem við höfum allir gert. Og það náttúrulega bara svo rosalega mikil spenna sem fylgir því að sýna í fyrsta skipti. Frumsýningin var náttúrulega mjög skemmtileg og spennandi. Og að kynnast öllu þessu fólki, þetta æðislegur leikhópur. Þau tóku öll rosalega vel á móti okkur og gaman að fá svona mikla og góða innsýn inn í leikhúsheiminn sko. Og mjög áhugavert að ræða við hana Filippíu sem búningahönnuðurinn og í rauninni svolítið svona dramatúrkur sýningarinnar. Bara magnað að hlusta á hana tala og bara í rauninni reyna að skilja svolítið hvernig hún hugsar. Það svo rosalega margt sem að hún og Kolfinna þurfa að pæla í. Það eru öll smáatriði sem skipta máli. Það getur ekki verið neitt sem að gerist út af engu. Og ég hef svolítið tekið þetta til mín í fatahönnuninni. Já, þegar ég byrjaði að hanna lokalínuna mína fyrir þessa braut, þá ég var nefnilega að vinna hana í rauninni samhliða æfingum á Hamlet. Tískusýningin þar sem línan var sýnd var bara viku eftir frumsýningu á Hamlet. Þannig ég var bara á nákvæmlega sama tíma og við vorum að æfa var ég að hanna og sauma mín föt. Ég var alltaf búinn að vera að pæla í því alveg síðan í byrjun sumars sko og svona hugsa hvernig ég ætti að hafa línuna mína. Og var svolítið merkilegt að hvað Hamlet náði að hafa mikil áhrif á línuna. Ekki eitthvað svona, í rauninni ekki útlitslega séð, það ekki þannig, en ég tók þetta svo mikið til mín að því að á æfingum þá voru Kolfinna og Filippi alltaf að spyrja, bara í rauninni, ekkert spyrja neitt sérstakann, bara spyrja af hverju og hvað þýðir þetta, hvað þýðir að bara reisa hendur sínar upp til himins, hvað þýðir að fela andlit sitt bak við hendurnar sínar, hvað merkir þetta. Og línan mín hugsuð svolítið út frá einhverjum tveimur manneskjum og að sjá einhverja þróun með fötunum þeirra, sjá hvernig þær þróast frá unga aldri fram að því að verða fullorðnar. Og þá skiptir svo miklu máli að vera með þetta af hverju til staðar. Út af því að manneskja sem að á ekkert þarf ekki til dæmis vasa. Manneskjan hefur enga þörf fyrir vasa og ef að manneskja með vasa til hvers? Á hún eitthvað dót sem hún þarf að geyma, hún að fela það? Af hverju er hún ekki með tösku? Af hverju hægt að renna þessum jakka upp? Manneskjunni býr hún á köldum stað? Finnst hún vera óörugg í umheiminum? Hún að fela sig? Hvað liggur þarna bakvið? Þannig ég pældi mjög mikið í þessu þegar ég var að hanna línuna mína og ég held að það hafi haft bara rosalega góð áhrif á mig og einhvern veginn mína sýn á hönnun yfir höfuð. Eitthvað gaman, ég gat nýtt mér svolítið að vera með, eða svona bara vera í kringum allt þetta fólk og svona sýna þeim bara í léttu spjalli bara hvað ég var að gera og Kolfinna tók fannst það áhugavert og hún fékk lánaða flík sem ég hannaði fyrir lokalínuna fyrir viðtal sem hún var í vikunni og jakkaföt sem ég gerði í línunni gaf ég Bjarti
eftir að skólinn kláraðist og hann var í þeim á frumsýningu. Það er mjög skemmtilegt bara að sjá fólk í fötum sem ég er búinn að gera. Það hefur ekki verið þannig. Ég hef ekki saumað, í rauninni hef ég ekki saumað mjög mikið af fötum gegnum tíðina og margt hefur verið bara á mig sem ég er svona hallast mikið að því að sauma á fólk og því að það er bara rosalega gefandi að sjá einhvern ganga í einhverju sem að ég veit að ég gerði og á einhvern rétt á. Og er núna að sauma jakka, sérsniðin og buxur á hvolfinu og líka á hann Hákon sem leikur Hóras í sýningunni. Það er bara æðislegt, þetta veitir manni mikið sjálfstraust sko og bara æðislegt af þeim að sýna þessu áhuga.